a little bit longer. Please, 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 please tell me that you're gonna. Laxárbakka í Hvalfjarðarsveit þekkja margir en það staðurinn rétt við þjóðveg 1 og því margir sem rúnta framhjá. Hjónin Brynjar og Hekla eru nýtekin við staðnum sem í dag fjölskyldurekin ferðaþjónusta. Já, þið tókum við hérna í mitt sumar. Já. Og hérna í brjáluðum ferðamanna ati. Þetta er svolítið merkileg, bara þessi staður er svolítið merkileg. Maður keyrir hérna framhjá, ofta auðvitað, allavega ég, þegar maður er á leiðinni, bara þeir sem eru á leiðinni til Akureyrar. Örugglega meira og minna öll þjóðin sem rúntar hérna framhjá, Laxárbakka, á þess kannski að gera sér grein fyrir hvað er hérna, hversu umfangsmikið þjónusta er verið að veita hérna. Já, og mjög margir af þeim Íslendingum sem hafa komið við hérna í sumar, eftir við tókum við, að þeir nefna einmitt þetta. Ég er búinn að keyra svo oft hérna framhjá en ég ákvað að stoppa núna. Og svo eru menn bara mjög hissa hvað stór salur og hvað sé hægt að fá hérna og svo ef menn fá að koma hérna og kíkja á íbúðirnar og gistinguna og labba hérna aðeins aftur fyrir húsin. Hvað þetta er í rauninni mikið af byggingum og mikið sem er hérna undir. Og þeir eru með risastóran veislusal. Já, 100 manna veitingasal. Og svo erum við með gistiheimili sem eru 8 herbyggi. 12 svona stúdíóíbúðir. Þar af eru 3 aðeins stærri. Og síðan erum við með sumarhús og íbúðir úr svona gáma einingum. Þannig að þetta er hægt að hýsa hérna 80-60 manns. Hvað er það sem hefur komið kannski mest á óvart nú eru þið 4-5 mánuðir síðan þið tóku við? Hvað er svona, hefur eitthvað sem hefur komið meira á óvart heldur en annað? Já, sko nú náttúrulega var ég ekki eins kunnug þessu á hann. Þannig að þetta hefur verið kannski meiri yfirlega heldur en ég átti von á. En samt, við erum náttúrulega líka bara svo mikið að breyta og bæta og gera þetta svona okkar og mikið sem við vildum laga, sem við erum búin að vera að. Þannig að við til dæmis förum inn í næsta sumar, mun reynslunni ríkari og vitum svona aðeins betur hvernig við getum skipulagt þetta. Og það kannski hefur líka komið svolítið óvart, sérstaklega kannski núna í september, hvað við höfum fengið mikla lausatrafík og fólk kannski bara bókar og er komið eftir hálftíma eða það bara kemur, meðan það var í sumar miklu meira búið að bóka með fyrirvara. Og núna til dæmis erum við að sjá bókanir bara í október á næsta ári, febrúar á næsta ári, búið að bóka talsveit næsta sumar. Þannig að útlendingarnir er svolítið fyrirhyggjusamar í þessu heldur en við. En svo eru nokkrir sem einmitt virðast bara taka þetta svona, þeir bara finna sér gistingu svona upp á 4, hvar ætla ég að gista? Ískaldir hérna í ferðamannaskerinu í Íslandi. Treyst á að svona high season sé búið. Gengur þú í öll störf? Já. Nú nöppuðu við þér frá eldavélinni og ertu bara allt múlíkt. Já, það er, ég mæti bara hérna á morgnana og hérna er allan daginn og konan kemur svo þegar hún er búin í sinni vinnu. Þannig að kannski 4:30. Og þá hjálpustu það, þá kannski eftir að þrífa einhver herbergi og svo taka kvöldmatinn og koma gestir í kvöldmat. Þannig að amma og afi þau fá að sjá krakkana þetta sumarið. Verður ekki alla þau uppi líka þannig að þau getur síðan tekið við? Jú, og elsti strákurinn vann hérna í sumar og hinir 2 yngri þeir eru hérna á launaskrá líka og koma og hjálpa eins og þeir geta. Það er ekki líka svolítið falleg birtingarmynd að geta boðið börnunum sínu vinnu? Jú, það var alveg hluti af ákvörðunum að fara út í þetta. Það var að geta svona skaffað fjölskyldunni vinnu. Já, Brjálega að gera. Hamborgarnir eru til, við erum að drjóka. Þannig að ég svo var búinn að leita vinnu á Akranesi í svolítið tíma og sá að maður þurfti bara að fara að finna sér eitthvað verkefni, fara út í eitthvað verkefni sjálfur ef maður ætlaði að fara að gera eitthvað krefjandi og skemmtilegt í staðinn fyrir að keyra 80 klukkutíma á dag suður til Reykjavíkur. Börnin ykkar taka aðeins þátt í þessu, eða ekki? Jú. Þetta er svolítið fjölskyldu, þetta er alveg fjölskyldu eining, reksturinn á þessu. Já.
Er það ekki gaman að geta búið börnunum sínu vinnu? Jú, það er mjög gaman. Og sérstaklega þessi 2 elstu hafa nú verið svona meira. En svo yngsti vill nú gjarnan taka þátt líka. Hvað er hann gaman? Hann er 9 ára. Já. En hafði nú ekki mikið áhuga fyrst, en svo sá hann bræður sinna fá útborgað. Þá skilaði hann inn áætlun hvort hann geti unnið 800 tíma áður en skólinn byrjaði. Og þá voru 2 vikur í að skólinn byrjaði, þannig að... En það, jú, það er að gera virkja þegar að finna eitthvað verkefni sem þeim finnst skemmtilegt innan hús. Þið eru með þessa klassísku ferðaþjónustu, þú veist, það er gisting, alveg fjölbreytt gisting og þessi veitingastaður. Er eitthvað annað svona, eru það að taka einhverja veislur eða giftingar eða hvað, er bara endalausa möguleikar eða? Já, nánast. Við höfum verið með veislur, svona ættamót og verðum með fermingarveislur. Við höfum verið með svona fundaaðstöðu, þá höfum við verið með salinn fyrir innan, fólk komið, fengið sér morgunmat, fundað. Svo erum við með hressingu svona yfir daginn, borðaðir hádegismat, rétt úr sér og halda svo áfram að funda. Þannig að við svona... Það er innrisalurinn sem bara hægt að loka sig af. Já, og við ætlum svona að reyna að keyra það af því að ég veit bara úr mínu starfi að það er mjög umsetin öll svona aðstæða í Reykjavík. Og ef menn eru með svona fundihúsni í Reykjavík þá er alltaf þessi hætta á menn skreppi aðeins að skjótast. En þú ert komin þú ert ekki nema hálftíma að keyra úr Reykjavík. Þá ertu bara með athyglinna. Eru bara allir konur til að funda í dag og fara bara út og fá sér ferskt loft og hádegismat og svo bara setjast menn og halda áfram. Þannig að það er svona góður fundafriður hér.